Hvað hún að gera þetta uppi? Hún ekki á blaðinu þarna, dagskránni. Það var nú ekki verið að bæta mig við. Heldur kem ég hérna inn í staðinn fyrir Valgerði Bjarnadóttur úr ráðuneytinu sem veik. Og ég var beðin það á síðustu stundu að hoppa hérna inn til þess að segja hans frá þeirri vinnu sem hefur verið unnin í ráðuneytinu, í íþróttahreyfingunni, félögum, héruðum. Ég ætla svona að stikla á stóru. Ég veit að þeir eru rosalega þreytt á að sitja. Þetta er orðið verið langur dagur en innihaldsríkur og góður finnst mér. Ég virkilega ánægð með þetta. En svona, bara til að byrja með, þá birtust sögur þann 11. janúar 2018. 62 sögur í fjölmiðlum. Íþróttahreyfingin vissi af því að þær væru væntanlegar og en þær birtust og þá var ákveðið nú að eitthvað þurfti að gera. Mér langar að þakka þeim konum fyrir sem að stigu þarna fram og þorðu að upplýsa okkur hinn hvað hefði komið fyrir þær eða fyrir hverju þær hefðu orðið. Og ég held að ef það væri ekki fyrir þær, þá væri við jafnvel ekki hér í dag. Vegna þess að þetta ýtti við okkur öllum og svo vinna sem fór fram eftir þetta hefur verið mikil. Nú bara rétt rúmt ár síðan og það sem hefur gerst talsvert. En við eigum auðvitað meðan við það sem við höfum heyrt inn í dag langt í land með að vera komið þangað sem fólki sem kemur frá þjóðunum hérna í kringum okkur og hefur talað við okkur í dag. Hvað þau hafa verið að segja okkur. Til dæmis eins og bara Noregur að þau voru með rannsóknir og fóru svo í aðgerðir árið 2000. Við erum bara rétt að byrja. Þannig að þennan 11. janúar koma þessar sögur út. Strax daginn eftir koma yfirlýsingar frá ISÍ og MFÍ að ofbeldi í íþróttum sé ekki liðið. Þann 12. boðar ráðherra forsvarsmenn í íþróttahreyfingunni á fund til sín og í framhaldinu myndaður hópur af fólki sem til þess að fara í aðgerðir og í samstarfshópnum sátu fulltrúar ISÍ og MFÍ, fulltrúar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, starfsmenn ráðuneytisins, menntamálaráðuneytisins eða íþróttamálaráðuneytisins og fulltrúar hópi íþróttakvenna. Kvennanna þessara 62 sem þarna stigu fram. Þessi hópur skilaði svo af sér í ágúst og meðal tillagnanna sem komu þarna fram eru þessar að til staðar sé óháður aðili sem getur tekið við símtölum, tilkynningum eða öðrum samskiptum ofbeldi og aðra óæskilega hegðun og komið þeim í réttan farveg. Þetta þessi samskiptaráðgjöf sem við erum að tala og vonandi verður nær frumvarpi í gegn og þetta verði að veruleika. Að það verði skýrir og samhæfðir verkferlar og viðbragðsáætlanir, að fræðsluefni verði til og það sé aðgengilegt, unnið sé markvisst í jafnréttismálum á vegum íþróttahreyfingarinnar og að óheimilt verði að ráða til starfa hjá íþrótta- og æskulýðsfélögum einstaklinga sem hlotið hafa refsidóma fyrir brot sem falla undir kynferðisbrotakafla hegningarlaga. Þetta að vísu búið að vera í lögum ISÍ síðan 2015 ef maður rétt, en það náttúrulega mjög gott ef þetta fer inn í íþróttalög. Mér langar aðeins að segja ykkur að sem betur fer var íþróttahreyfingin ekki alveg blauta bak við eyrun þegar þetta skall allt saman á. Því árið 2013 kom út bæklingur kynferðislegt ofbeldi í íþróttum eða forvarnir og við gáum þennan bækling út og í kjölfarið var fór þetta inn í þjálfaramenntun ISÍ og var gerð krafa á fyrirmyndafélög ISÍ að vera með gera ráð fyrir að íþróttafélögin væri með stefnu í forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi.
En eftir MeToo þá hefur námsefni þjálfaramenntunarinnar verið yfirfarið og endurbætt og kröfur til fyrirmyndafélaga og fyrirmyndahéraða hafa verið endurskoðaðar. Það er búið að yfirfara siðareglur ISÍ og unnið núna að endurskoðun hegðunarviðmiða. Jafnréttisáætlanir hafa verið endurskoðaðar og unnið var með jafnréttisstofu og jafnréttisáætlanir hafa verið útbúnar fyrir íþróttafélög og verið sendar út þannig að íþróttafélög geta nýtt sér þetta, svo þær þurfum nú ekki að finna upp hjólið. Og það er verið að yfirfara lög ISÍ, en ISÍ-þing verður núna í vor, í maí, og þá er hægt að gera lagabreytingar. Það sem við gerðum líka var að við útbjuggum svona hnapp kynferðis sem er á heimasíðunni okkar og við sendum þetta út á félög og íþróttahéruð og bak við þennan hnapp hjá okkur er allt efni sem við eigum þennan málaflokk til þess að gera hann aðgengilegri því að það er stundum þarf nokkur klikk á heimasíðunni til dæmis hjá okkur til þess að komast að og finna þennan málaflokk. Þannig að svo það komið nú fram. Við vitum alveg að það eru margir sem hafa nýtt sér þetta, bæði sérsambönd og héruð. Ég er ekki bara til að tala það sem ISÍ hefur gert, því að ýmislegt annað hefur verið framkvæmt og æskulýðsvettvangurinn til dæmis, hann hefur framkvæmt ýmislegt. ISÍ er ekki aðalega æskulýðsvettvangnum, en þar eru UMFÍ og skátarnir, KFUM og Landsbjörg. Og hlutverkið er að standa vörð hagsmuni barna og ungmenna og stuðla að heilbrigðum, uppbyggjandi og vöndum aðstæðum í æskulýðsstarfi. Þau hafa unnið talsvert mikla vinnu og uppfært fræðsluefni sitt og eru núna að vinna að netnámskeiði sem er á lokametrónum. Þeir eru með fagráð hjá sér sem hægt er að leita til. Það eru bæði sálfræðingur og lögfræðingur. Vendum þau námskeið sem Blátt áfram með er þarna fyrir aðila sem starfa á vegum æskulýðsvettvangsins og það geta allir leitað þangað, bæði félög innan og utan. Ég er alveg í kaffi, ég lofa henni að vera rosalega fljót, en ég vissi ekki að Hóvard ætlaði að sýna þetta, en hérna er bara myndband, 1 af þessum 5, má ég sjá, eru margir sem hafa séð þessi myndband. Örfáir, þetta eru örstutt, þetta er ein klípusaga í hverju myndbandi og þetta er í rauninni bara til þess að ná upp einhverju umræðu og ég held að sé ágætt fyrir okkur því ég er bara alveg að vera búin að við kíkjum á þetta. Ja. Hej. Hei, hva er det? Det gikk jo veldig dårlig i dag, og jeg er veldig skuffet over meg selv. Ok, kom inn. Heyrðu, stoppa þetta bara. Þetta var ekki gott, en þarna sáu þið þetta er svona dæmigert fyrir aðstöðu sem þjálfari setur sig í, býður iðkandanum sínum inn á hótelherbyggi, þeir eru greinilega þarna í einhver æfingarferð og stelpan á slæmadag. Hún sest á rúmið hjá honum og það gerist ekki neitt, svo bara fer stelpan út. En þetta svo endar allt á, þetta, eðlistægi, er þetta í lagi, held ég að enda á. Og þá er einmitt að gera að taka upp umræðana með þjálfaranum, hefði verið hægt að taka þessa umræðu einhvers staðar annars staðar. Hefði ekki verið betra fyrir þjálfarann að fara bara fram og segja, heyrðu, við ræðum þetta bara í lobbyinu, við ræðum þetta bara fram á gangi, af því þar er hann með aðra í kringu sig. Þannig að þjálfarinn setji sig ekki þá stöðu að það sé hægt að nappa hann á okkur. Þannig að bara þið afsakið þetta með myndbandi, ég veit ekki út af hverju þetta gerist, en þið kíkja á það. Það er hægt að finna þetta á heimasíðu ISÍ, þetta eru 5 örstutt myndbönd, en fínt að nota. Svona bara ein alveg í lokin.
Þannig að ég hlýt að fá hérna velrun, ég hef búin að vera svo fljót. Nei, ekki alveg. Sko, nú er þessi ráðstefna senn á enda, en verkefninu ofbeldi í íþróttum lýkur þó ekki hér. Íþróttahreyfingin eins og samfélagi allt þurfa stöðugt að vera á varðbergi og fordæma allt ofbeldi. Vita hvernig á að bregðast við því og hvert á að leita og fyrst og síðast ef einhverjum vafi leikur á að hringja í 112 eða í barnavernd ef barn er að ræða. Vinnum þetta saman, það er allt hægt og framtíðin er framundan. Og ég ætla bara að ljúka þessu hér.